Nú ætlum við að vinda okkur í fyrsta hlutan af þriðja kaflanum í bókinni Eðlisfræði 2, en þessi kafli fjallar um rafmagn og segulmagn. Rafspenna er mælikvarði á hve mikil orka er á ferðinni þegar við erum með rafmagn sem fer eftir vír. Rafmagn sem fer eftir vír er ekkert annað en rafeindir á hreyfingu, og eftir því sem það eru fleiri rafeindir þá erum við náttúrulega með meira rafmagn. En rafspennan er hve mikil orka er fólgin í hverri rafeind sem að kemur. Rafstraumur er svo mælikvarði á hversu margar er á ferðinni. Þannig að það er samspil rafspennu og rafstraums sem að veldur því hversu mikil orka er að koma. Við getum fengið mikla orku annað hvort með hárri spennu og þá lágum straum, eða öfugt, lágri spennu og háum straum. En að sjálfsögðu fáum við náttúrulega langmest orku ef að bæði spennan og straumurinn eru mjög há. Ef það er engin orka í rafeindunum þá fara þær ekkert og þá er heldur engin rafstraumur. Rafstraumur er svolítið eins og vatn, hann leitar frá svæði þar sem er mikið af honum til svæði þar sem er minna. Þess vegna leitar rafstraumur alltaf sjálfkrafa eftir öllum vírum. Því hann er að leita eftir að komast eitthvert. Alveg eins og vatn lekur alltaf niður. Viðnám er mótstaða í vír gegn straumi á rafmagni, og viðnám er alltaf það er alltaf viðnám í öllum vírum, en það er mismikið, það fer eftir lengdar og hvað eru þykkir og svo framvegis. Ræðst líka af hitastigi og hvaða efni þetta er. Kopar er algengasti rafleiðarinn, en kopar er alls ekki besti rafleiðarinn. Silfur er besti rafleiðarinn í lótukerfinu og gull er betra heldur en kopar. En bæði silfur og kopar eru miklu dýrari heldur en kopar. Kopar er notar í rafmagnsvíra ekki af því að það er besti leiðarinn, heldur að því það er hagkvæmasti leiðarinn. Kopar er nógu góður rafleiðari til þess að nota í víra og hann er ódýr af því það er til miklu meira af honum. Viðnámið getur verið eins og þessir kuppar hérna, við sjáum oft svona kuppa í rafmagnstækjum, að þeir eru þarna til þess að stýra því að það fari ekki meira rafmagn í gegn en eitthvað ákveðið. Það er til þess að vernda tækið. Við notum líka breytileg viðnám í eins og dimmer eins og í slökkvurna sem er að deyfa ljósin eða gera þau skærar aftur. Hækka og lækka tækin á græjum til dæmis er svona breytilegt viðnám. En þetta er notað sem þess að auka öryggi í raftækjum og koma í veg fyrir að þau skemmist. Síðan er ákveðið lögmál sem segir okkur að viðnámið er jafnt og spennan deilt með straumnum. Og þetta er eins og allar svona 3 stærða jöfnur, það er þetta skrifana. Það er þetta setja hann upp að spenna er jafnt og viðnám sinnum straumur og svo öfugt. En það er í raun bara algebra. En þá er þessu lokið.